komið sæl, verið velkomin í spjall mikilvægt mál, mjög mikilvægt mál í okkar samtíma. Til mín komin framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands, Auður Önnu Magnúsdóttir. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Mér langaði svona bara til að taka stöðuna, það er svolítið mikið í gangi hjá okkur, það er nýliðið kynjaþing, svo nú kvennaárið í fullum gangi, samstarfsverkefni margra félagasamtaka og stofnana og þið eru svona, má segja, það ekki burðarásindöldið í þessari baráttu? Nei, við erum náttúrulega bara eitt af mörgum félögum og einstaklingum sem að standa í baráttunni og hafa staðið í baráttunni, en Kvenréttindafélagið náttúrulega bráðum að verða 120 ára, þannig að það hefur svo sannarlega lagt sitt af mörgum, en til dæmis að kvennaári standa 50 eða yfir 50 grasrótarsamtök og samtök feminista, fatlaðs fólks, hinsegin fólks, fleira, hvorum að erlendum uppruna. Þið eru með reynsluna og nýverið þá voru þið að senda frá okkur, þið hefur verið duglega að senda frá okkur sem sagt ályktanir og umsagnir hvað þingsályktunartillögur og til dæmis stuðningsyfirlýsing til grænlenskra kvenna. Getur aðeins byrjað að segja mér frá því? Já, við héldum aðalfundin okkar 15. apríl og aðalfundurinn samþykkti 3 ályktanir. Og ein af þeim voru baráttukveður til grænlenskra kvenna, en eins og svona kannski flestir vita þá hafa á annað 100 grænlenskrar konur kært það að það var sett í þær lykkja, getnaðarvarnarlykkja án þeirrar vitundar þegar þær voru ungar konur eða jafnvel bara stúlkubörn. Þetta eitt bara svakalegasta mál á Norðurlöndum þar sem að ríki hefur beitt konur kerfisbundnu ofbeldi algjörlega meðvitað og reynt að nýta líkama þeirra til að þjóna pólitískum tilgangi sem að fækka grænlendingum. Mér finnst þetta jaðra við að vera bara tilurð til þjóðarmorðs. Þetta svo rosalega alvarlegt og þarna sjáum við hvernig þessum feminismi eða feðraveldið og heimsvaldastefna ganga algjörlega í takt. Þannig að við sendum þessar baráttukveðjur til þessar grænlensku kvenna, hvatningu til danskra stjórnvalda til þess að bregðast nú við, biðjast almennilegrar afsökunar og borga þessum konum skaðabætur, því það miklu, miklu fleiri, það eru mörg þúsund konur sem að lendi í þessu þó það séu bara á annað 100 sem hafa kært. Og svo hvöttum við íslensk stjórnvöld til að sýna femíníska forystu á alþjóðavettvangi og fara kannski út í það að spyrja dansk stjórnvöld hvað ætlið að gera í málinu, hvernig ætlið að tryggja að þetta komi aldrei fyrir aftur og hvernig ætlið að bæta fyrir þessi brot. Því að þetta bara eitthvað sem að ég held að myndi ekki gerast á okkur tímum. Þó að þau sem náttúrulega hættu þessu núna, þá ekki svo langt síðan þetta var. Þetta varð fréttaefni náttúrulega og stór frétt í sjálfu sér, en svo hefur ekkert verið kannski, því hefur ekkert verið beint fylgt eftir og við höfum ekki fengið kannski fréttir af því og eins og segir stjórnvöld, brugðust íslensk stjórnvöld ekkert við þá eða? Ekki sem að ég veit og svo ég náttúrulega kannski ekki mikil diplómati í eðli mínu, ég veit ekki hvernig það myndi fara á ný danska eða grænlensk stjórnvöld ef Íslendingar fær eitthvað að skipta sér af. En mér finnst full ástæða til þess að svona gróf og alvarleg mannréttindabrot séu rædd á vettvangi Vestnorræna ráðsins eða hjá Norrænu ráðherranefndinni eða eitthvað svoleiðis. Það kemur oft svona upp þessi hugmynd að þetta sé svona eins og þetta hafi verið slysalegt eða leiðinlegt, svo það sé kannski ekki svo mikil ástæða til að gera mikið í því að nú það verða að horfa til framtíðar eða svoleiðis. Og þetta sé þá undantekningin sem sannar regluna hvað við erum veg og velkomin, en svo segja aðrir að við séum í miðjudollu bakslagi, hvað varðar kvenréttindi. Upplifir þú það hérna á Íslandi og svona í þessu samræðu þinni við þjóðirnar í kring? Já, að sjálfsögðu eru við í þessu margumrædda bakslagi, en við mögum ekki gleyma því að þetta tiltölulega stuttur tími. Það eru bara rétt rúmlega 100 ár síðan að konur fengu kosningarétt. Það eru rétt rúmlega 100 ár síðan að fólki fannst það eðlilegt að konur fengi ekki einu sinni að kjósa.
til að breyta grundvallar viðhorfum samfélaga og til að breyta sko, hvernig okkur líður innan í okkur, hvernig við sjáum hvert annað, það tekur meira en nokkra kynslóðir. Þannig að það sem hefur áunnist bara með ótrúlegri baráttu hvenna hvar á þeirra stuðningsmanna undanfarin 150 ár, það bara einhver lagi líkt. Auðvitað í öllu svona þá eru, hvað maður að segja, 2 skref áfram og 1 aftur á bak eða 3 skref áfram og 2 aftur á bak, ég veit það ekki, og nú erum við á stað þar sem við þurfum að halda línunni, við þurfum að passa við missum ekki réttindi. Á meðan kannski fyrir 10 árum síðan þá vorum við að reyna að sækja fram, sem að tókst til dæmis með sögulegu frumvarpi þungunarrof á Alþingi 2019, þar sem að þungunarrof á Íslandi núna réttindi, en ekki sko undanþága frá banni, sem alveg gríðarlega merkileg og framsækin löggjöf og sem við mögum vera mjög ánægð með. Þannig að jú, það bakslag. Það sé ekki bakslag, heldur bara hafi raunverulega ekki áunnist kannski fyrir allar konur og kvár, og sem sagt eins og til dæmis núna eru konur á Íslandi innflytjendur sem ekki tala málið, hafa jafnvel ekki kosningarétt. Svoleiðis að þetta barátta sem einmitt svolítið þrotlaus, það ekki einhver leyti, hún kannski aldrei alveg búin. Við skulum vona einhvern tímann verðum búin og okkur takist að skapa réttlátt þjóðfélag, eins og segir í laginu, sko. Nei, þetta alveg rétt, og kjarninn í feminisma, það að segja raunverulegum feminisma, að engin kona frjáls fyrir en allar konur eru frjálsar. Og þess vegna þetta sem þú ert að nefna að það eru stórir hópar kvenna í samfélaginu sem eru miklu verr settar vegna margfaldrar svona jaðarsetningar, eins og til dæmis konur af erlendum uppruna sem að náttúrulega tala ekki málið en fá til dæmis kannski ekki starf við hæfi, hafa ekki tengslanett. Við vitum það að kröfur á konur að sinna ólaunuðum umönnunarstörfum, þriðjuvaktinni og fleira, eru gríðarlega miklar. Konur sem að eiga sterkt tengslanett og stóra fjölskyldu, þær hafa kost á því að biðja aðra að aðstofa sig við að axla byrðarnar, en konur af erlendum uppruna hafa það ekki. Og það eru konur sem að sinna oft mikil í erfiðisvinnu. Sko, umönnunarstörf eru erfiðstörf, en líka bara þrif, það erfitt að þrífa, þetta líkamlega erfitt, og konur sem eru í þessum láglaunastörfum, þær geta brunni fyrir út, bara mist heilsu. Þannig að já, það eru margir hópar, svo eru fatlaðar konur sem að búa við margfalt meiri hættu á ofbeldi heldur en aðra konur. Þannig að þessi svona samtvinnun jafnréttisbaráttu, það verður engin jafnréttisbarátta nema við séum raunverulega með samtvinnaða jafnréttisbaráttu, og ég hef náttúrulega ekki minnst á áskorunir sem að transkonur standa frammi fyrir núna, þeir eru undir miklum árásum, og gríðarlega mikilvægt að við stöndum saman allar konur með þeim. En þið eruð sko í samstarfi við, eins og þú segir, grasrótar samtök og sem kannski eru með fókusinn á ákveðnum atriðum sem þarf sérstaklega að berjast fyrir, en reynið þið í Kvenréttindafélagi Íslands að svona eins og vera með mismunandi átök eða ná svona eins og ykkur yfirsýn eða standa með öllum konum eða dekka alla baráttuna eða þannig? Við náttúrulega reynum að gera það sem við getum, en eins og ég segi, jafnrétti lítilsvirði ef það bara fyrir fáa, sko. Þannig að já, við leggjum mikla áherslu á þessa samtvinnun jafnréttisbaráttu, og að muna það aðstæður, sko, hverjar og konur eru náttúrulega einstakar, en það eru þessi 3 atriði sem að kröfur kvennaárs til stjórnvalda sem voru settar fram í október fyrir að byggja á, sem að koma eiginlega við alla hópa kvenna, og snertar auðvitað mismikið, en þetta svona ramminn sem við höfum verið að starfa eftir innan kvennaárs og hjá Kvenréttindafélaginu,
að það að konur fái greitt fyrir sín störf, að það sé ekki raunverulegu launamunur. Við vitum á Íslandi munur á tekjum það bil 20% milli kvenna og karla, leiðréttur svo kallaður 9%. Það að konur þurfi ekki að bera þessa ólaunuðu vinnu einar, að byrðunum sé jafnar skipt, og síðan viðbrögð við kynbundnu ofbeldi. En því miður þá að við séum samkvæmt mörgum svona, hvað heitir, svona skalar, eða svona þegar verið að meta jafnrétti í ólíkum löndum, þá kemur Ísland oft best út, en við erum samt að horfa upp á það að við erum með mjög háar tölur kynbundnu ofbeldi, og þær tölur fara ekki lækkandi því miður. Og það eitthvað sem við verðum að bregðast við. Já. En núna voru sko margir sem að fögnuðu því að þessi áhersla á ofbeldið eða baráttuna gegn ofbeldinu, kynbundnu ofbeldi, það væri svolítið í brennidepli þegar í kvennaverkfallinu eða kvennafrídeginum. En svo voru aðrir sem voru að gagnrýna að það væri svolítið það eiginlega varpaði þá skugga á aðra þætti sem þyrfti að hafa líka alltaf í baráttunni, eins og bara einmitt hvað staða, eða sem það væri svolítið skrítið allt í einu, að það væru að konur væri einhvers konar kvennasamstöðu og gætu allar sameinast í baráttunni gegn ofbeldi, kynbundnu ofbeldi, á meðan það væri ósköp fátt kannski sem sameinaði þann hóp, af því sumar konur væri svo mikla forréttindakonur, og það var, maður sá svolítið á samfélagsmiðlum að einhvern pirring yfir því að það væru konur sem að hefðu það gott og væri bara að fagna þessum degi eins og einhverjum hátíðisdegi, og það vantaði sem einhvern veginn brottin í baráttuna. Hvað segir þú við þessum brotum? Já, bara alltaf gott að skiptast á skoðunum og að heyra hvað fólki finnst. Við lögðum alltaf miklu áherslu á það að 24. október 2023 væri ekki uppskeruhátíð. Við vorum að leggja fram frekari kröfur, og sem við ítrekuðum svo 24. október í fyrra. Ég veit ekki alveg, sko, konur í forréttindastöðu verða líka fyrir kynbundnu ofbeldi, og það eru, eins og ég sagði, það eru ólíkar áskoranir sem að ólíkir hópar kvenna standa frammi fyrir. Persónulega sem hvít millistétta kona þá hef ég það miklu betra heldur en margar aðra konur á Íslandi. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við reynum að gera okkur grein fyrir því. Og við höfum til dæmis reynt að leggja áherslu á það að vekja athygli á stöðu til dæmis erlendra kvenna. Formaður okkar stofnandi samtaka kvenna af erlendum uppruna, og við reynum að vinna vel með þeim, og já, bara reyna að tryggja það að allar konur upplifi sig velkomnar í kvennahreyfingunni og baráttunni fyrir betri heimi. Það kannski endurspeglar þetta svolítið umræðina sem líka bara yfir höfuð í umræðu svona breiðfylkingu eins og í vinstri pólitík á Íslandi, að það dálítið, við höfum verið að ræða hérna við rauðaborðið, það svolítið, fólk svolítið hikandi hvar á að vera þessi grundvallar sem sameinar alla í baráttunni. Hver eru grundvallar gildin eða svoleiðis sem að sem sagt eins og þetta að vinstri flokkar hafi kannski of farið í þessi svona identity politík, sko, að pæla í hinsegin málefnum og náttúruvernd, og það hafi einhvern veginn eins og skikkt á raunverulega baráttu eða þannig. Mér finnst þetta einhvern veginn vera svolítið áhugaverð pæling núna, hvort þetta geti ekki farið saman, sko, og hvort þetta, eins og þú segir, feðraveldið og hvernig þetta baráttan, eða hvað sagður á, hvað fór aftur hönd í hönd? Það var feðraveldið og Já, heimsvaldastefna. Heimsvaldastefna, já, það ekkert annað. Já, akkurat. Þannig að hvar á að sitja, þú veist, sameiginlega, það konur gegn heimsvaldastefnu eða konur gegn feðraveldi eða... Já. Það sem að hefur komið mér svolítið óvart að fara að vinna með kvennahreyfingunni, ég var áður svona að vinna náttúruvernd og umhverfismálum. Það hvað konur eru almennt
sammála þessi grunngildi sem að þú ert kannski að leita eftir hjá vinstriflokkunum. Það þetta með að konur séu frjálsar, það að baráttan gegn feðraveldinu, það taugin sem að tengir okkur saman. Og það verður svo miklu auðveldara þegar við sjáum þessa sameiginlegu sýn, þessi sameiginlegu markmið, að vita hvaða málefni rétt að leggja áherslu á og hvað ekki. Auðvitað rifrildi, auðvitað erum við ósamála, auðvitað drama, en það verður svo miklu minna alvarlegt þegar að þessi svona sameiginlega sýn komin. Og ég veit ekki, kannski ættu vinstri flokkarnir bara að búa til hérna gráði í peningakallinn, andfeministinn, heims yfirráðakallinn, hann hérna og vinnurinn eða eitthvað. Ég hugsa að það sé nú svona það sem að ekki kannski bara kallinn, heldur bara, þetta vald, svona auðvaldið eða feðravaldið og auðvaldið samansett. Einmitt. Og margar konur eru auðvitað innmúraðari í feðraveldið. Það ekkert bara kallar sem í því. Og það eru mjög margir kallar sem að styðja baráttuna og vilja betri heim fyrir alla bara, meira jafnrétti. Hvernig var kynjaþingið núna? Það ekki nýliðið? Jú, síðustu helgi? Það var núna helgina. Það var bara algjörlega frábært. Þar voru meðal annars færiskir og grænlínskir og danskir feministar sem eru með okkur hjá kvenréttindafélaginu sem við köllum West Nordic Feminist Network, sem ég veit ekki alveg samráðsvettvangur West Norrænna feminist, við hefum ekki alveg náða samráðsvettvangur hljómar svolítið formlegt. Þeir eru með okkur í því. Það var erindi frá færiskum samtökum sem heita Frítt val, en staðan þannig í Færeyjum að konur geta í raun ekki farið í þungunarrof nema geta sannað að líkamlegri heilsu þeirra sé ógnað eða þær séu algjörlega ófærar að hugsa barn. Það eru einu leiðirnar til þess að fá þungunarrofi í Færeyjum. Þannig að færiskar konur þurfa að fara til Danmerkur eða Íslands eða annar landa til að fara í þungunarrof, og það náttúrulega bara færi þeirra sem að hafa meira á milli handana, sem að ekki bundnar yfir til dæmis öðrum börnum, geta farið frá í viku og eiga til 500.000 eða hvað það kostar, ferðir, hótel og svo þungunarrofi sjálft sem að þær þurfa að borga fyrir og einu vasa. Þannig að þetta náttúrulega gríðarlega mikil mismunun og óréttlæti og bara dæmi það hvernig líkamar aðrir vilja ráða yfir líkamum kvenna, að þær fá ekki að ráða yfir sínum eigin líkama. Þetta erindi var rosalega skemmtilegt. Það voru þær Björt og Sigri frá Færeyjum, og eins og alltaf þegar við sjáum þær voru sín okkur eitthvað svona slagorð og svona samfélagsmiðlapósta með svona færisk, og eins og alltaf þá erum við og Ísland alveg færisk er svo sætt. En þetta bara mál sem döðans alvara, og Færeyingar líta þá, færiskar konur eða fólk í kvenréttindabaráttu lítur þá til líklega þessara þungunarrofslaga íslensku. Já, þær hafa látið þýða íslensku þungunarrofslögin frá 2019 og vilja fá þau lög sett í Færeyjum. Það var atkvæðagreiðsla 2023 held ég, þar sem var lagt til að rýmka þungunarrofslöggjöfina í Færeyjum. En það var því miður fellt, fór held ég 15-15 eða 16-16, og það þarf að vera meiri hluti, það vantaði 1 atkvæði til þess að lögin myndi ná að gangi í gegn. En þessi barátta eitthvað sem að við á Íslandi verðum að láta okkur varða, því að þetta okkar næstu nágrannar, og þetta náttúrulega algjörlega ótækt að færeyjumskum konum sé mismunað á þannig hátt. Þannig að kvennasamstaðan nær út fyrir landsteinana, hún nær til Færeyja og Grænlands. Verður að gera það. Við erum talandi heimsvaldastefnu, þá þetta þessi nýlendu, þá feðraveldi samofið nýlendu hyggjun, það ekki? Og við sem gömul nýlenda, sem margir segja við sem ekki búin að vinna úr því, þá það líklega bara mjög
svona merkilegt fyrir okkur að taka þátt í samræðu við þjóðir sem eru ennþá nýlendur. Og það svo skrítið, sko, talandi nýlenduherran sem að nýlenduherran allra þessara þriggja landa, Ísland, Færeyjar og Grænlands náttúrulega Danmörk. Á fyrsta fundi West Nordic Feminist Network sem var í Danmörku, þá við fengum styrk til þess að halda fundin og við auðvitað að halda hann í Danmörku því að það var svo dýrt að hittast í okkar löndum. Og það svo fyndið, það ódýrt fyrir okkur að fara og hittast hjá nýlendu herranum. En hérna, sko, fyrir grænlendinga fljúga til Íslands, það bara flugmiðan kostar 100.000 kall og það bara vel sloppið. Þannig það var gott bara að halda tombólu næst og hittast. Tombólu, góð hugmynd. Hittast næst í Grænlandi og Færeyjum, það yndislegt að fara. Ég nýkomið frá Færeyjum, það var ótrúlega gaman að fara þangað. Frábært, já. En ég nú hrættum að skýrslu, ég get ekki fengið frekari skýrslu frá þér að sinni. Það væri nú mjög gaman að fá að fylgjast með á þessu hvernig ári aðeins reglulega svona hvað í gangi og við ætlum að tala við grasrótarsamtökin líka. Við höfum verið með hérna umræðu áður við rauðaborðið á þessu ári og að þetta eru mjög spennandi viðburðir sem eru á dagskrá. Rosalega skemmtilegt. Já, en við segjum þetta gott í bili kvennasamstöðuna og kvenréttindabaráttuna og það Auður Önnu Magnúsdóttir framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Hjartans þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og sitja okkur inn í málin. Takk miklu frekar. Já, hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að vera með okkur í kvennasamstöðunni og kvennasamstöðunni á kvennasamstöðinni. Við getum skýrt þessa samstöðina. Pétur Fjöltið þakka ég fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og þakka ykkur kærlega fyrir líka dagskrána fyrir að fylgja ykkur eftir í kvöld. Rauðaborðinu lokið og við höldum áfram á morgun með vikuskamt. En ég þakka öllum viðmælandum kvöldsins fyrir samstarfsfólki mínu og ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með ykkur og þakka ykkur kærlega líka fyrir að bara deila efnin okkur og ræða það, segja fólki frá að við erum í útvarpinu 89,1, það margir sem að vita ekki það og jafnvel á sjónvarpi Símans á Rás 5 og svo á hlaðvarpsveitum YouTube og á síðan okkar samstöðin.is og það líka lítill hnappur sem stendur á áskrift. Við ættum kannski að halda líka tombólu en við erum að svona reyna að efla okkar dagskrárgerð enn frekar með því að safna áskrifendum því að þeir halda uppi okkar dagskrárgerð og það hægt að gerast meira þess hluta eigandi í þessum fjölmiðli þar sem við erum að reyna að ná sem flestum röddum að borðinu. En takk fyrir í kvöld, góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.